Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Vér viljum biðja, himneski Faðir, þú sem reistir son þinn frá dauðum. Hjálpa oss að syrgja ekki eins og þeir sem ekki hafa von, en hjálpa oss að sigrast á óttanum við dauðan í öruggri von upprisu og eilíft líf. Lát oss vera minnug þess að þú telur daga vora, svo að vér megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesúm Krist. Blessa oss þessa kveðjustund Unnar Ólafsdóttur hér í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son Jesúm Krist. Vér biðjum í nafni hans. Amen. Í 90. Davíðssálmi segir: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: Hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðinn, já, eins og næturvaka. Þú hrífur þá burt sem í svefni, þá er að morgni voru sem gróandi gras, að morgni blómgast það og grær, að kveldi fölnar það og visnar. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. So
Í bréfi sínu til Rómverja ritar Páll postuli á þessa leið: Ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss öll, hví skyldi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hver skyldi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar, hver sakfellir? Kristur Jesús er sá sem dáinn er, og meira en það, hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér drottin. Manni og hljóðar svo í Drottins nafni. Á þeim dögum mælti Jesús: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Tómas segir við hann: Herra, vér vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum mér þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér, Kristur.
Biðjum. Legg ég nú bæði líf og önd, ljúfi Jesú, í þína hönd. Síðast þegar ég sofna fer, sitji Guðs englar yfir mér. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Þessi bænarorð séra Hallgríms Péturssonar geri ég að upphafsorðum mínum í dag, þegar við kveðjum öðlingskonuna Unni Ólafsdóttur frá Kaðalstöðum hinstu kveðju, héðan frá Reykholtskirkju. Í fáorðu trúartrausti hennar sjálfrar birtist umhyggja hennar fyrir sínum nánustu, sem hún lagði í Guðs hendur í því sama trausti og án margra orða. Líf hennar snerist að miklu leyti að gefa af sjálfri sér, hlúa að fjölskyldu sinni og ástvinum og búa þeim góðar aðstæður til lífshamingju og farsældar. Hindranir varð hún sjaldnast vör við því hún dvaldi ekki við það sem stóð í vegi hennar. Hún var kappsöm kona og einbeitt, setti sér skýr markmið í lífinu og náði þeim flestum, leitaði lausna á þeim vanda sem uppkom hverju sinni og fann þær jafnan. Unnur reyndist mörgu fólki hjálparhella í lífinu, bóngóð og aðgengileg og vildi jafnan hversmanns vanda leysa. Jesús Kristur býður okkur í heilugu Guðspjalli að gefa gætur að veginum sem hann sjálfur fari og segir lærisveinum sínum að sjálfir þekki þeir þann veg. Þeir voru þrátt fyrir það ekki alls kostar vissir hvert vegurinn sá lægi. Við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn, spurðu þeir. Svar Jesú við þeirri spurningu var afdráttarlaust og stendur meðal helstu leiðarsteina kristins boðskapar. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Páll postuli leggur sömuleiðis ríka áherslu á nálægð Guðs í lífi mannsins í pistli sínum í bréfinu til Rómverja, en bindur þá nálægð við trú mannsins sem beinist að Jesú Kristi. Postulinn sem lifað hafði tímana tvenna á vegi trúarinnar kvaðst þess fullviss að ekkert gæti gert manninn viðskila við kærleika Guðs, sem birtist í Kristi Jesú. Hann, frelsarinn Jesús Kristur, er hinn sanni meðalgangari milli Guðs og manna, í senn sannur Guð og sannur maður, gekk á hólm við dauðan sem hann sigraði í upprissu sinni á páskum og veitti öllum þeim sem á hann trúa hlutdeild í þeim sigri. Löngu fyrir daga Krists myndust Hebrearnir fornu trúfesti og kærleika Guðs í margvíslegum lofgjörðarstefjum Davíðssálma, myndust þess að líf mannsins er ávallt í Guðs hendi, þar sem hann og sérhver kynslóð mannfólksins á sér athvarf í blíðu og stríðu. Þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns, segir þar á einum stað. Sú sterka sýn til guðdómsins er síst úr gildi fallin nú og hugsun hennar endurspeglast að sínu leyti í orðum drottins í Guðspjallinu að hjá honum sé að finna sjálfan veginn, sannleikann og lífið og rétt eins og Páll postuli sjálfur áréttar að miskunn og nálægð Guðs sé órjúfanlegur hluti af veruleika trúarinnar. Trú Unnar var eins og áður var nefnt ekki bundin við málskrúð né málalengingar af hennar hálfu, en vitund hennar hið heilaga var ekki að efast. Nú, þegar hún er kvödd af heimi, gott að geta leitað í sjóð trúarinnar og mega í trausti til fyrirheita drottins fela hana miskunn hans á hendur í von góða endurfundi í dýrðarríki hans. Leið lítum við öxl litla stund og rifjum upp fáein brot svipmynda og góðra minninga úr ævi Unnar.
Unnur Ólafsdóttir fæddist á Akranesi þann 28. desember árið 1960. Foreldrar hennar voru hjónin Ólafur Jónsson smiður á Kaðalstöðum í Stafholtstungum, sem þar var borinn og barnfæddur, og Þórunn Eiríksdóttir húsfreyja frá Glitstöðum í Norðurárdal. Þau hjón eru bæði látin. Ólafur lést áttræður að aldri 1998 og Þórunn féll frá síðla árs 2003, 75 ára. Unnur var miðjubarn þeirra og systur hennar báðar, þær Sigrún og Björk, lifa hana. Unnur ólst upp hjá foreldrum sínum á Kaðalstöðum, var 2 sumur snúningastúlka hjá Sigurjóni og Auði, móðursystur sinni, á Glitstöðum og stundaði grunnskólanám á Varmalandi. Hún var dugleg í skóla og fús til náms, trygg bekkjarsystir með ríka réttlætiskennd og stóð með bekkjarsystkinum sínum þegar á móti blés, alltaf kurteis og hæglát, en tók þátt í gleði og kátínu okkar barnanna þegar þannig stóð á. Úr Varmalandsskóla lá leið hennar hingað og útskrifaðist hún úr héraðsskólanum í Reykholti 1978 og sem sjúkraliði frá Sjúkraliðaskóla Íslands í Reykjavík ári síðar. Unnur hændist að dýrunum í sveitinni strax sem barn og þau að henni og alla ævi var hún einstakur dýravinnur. Hún var lagin hestakona, átti alltaf góða hesta og reið mikið út. Ung var hún tekin að fara í lengri hestaferðir sem hún stundaði árvist með völdum vinum ævilangt. Í slíkri ferð kynntist hún mannsefni sín og lífsförunaut, Guðmundi Kristni Guðmundssyni, rafvirkja úr Reykjavík, syni hjónanna Guðmundar Kristins Erlendssonar, ráðherrabílstjóra, sem er látin, og Sigursteinu Margrétar Jónsdóttur, verslunarkonu, sem lifir tengdadóttur sína. Unnur og Guðmundur stofnuðu sitt fyrsta heimili í Reykjavík 1980 en fluttust ári síðar í Borgarnes. Þau gengu í hjónaband 28. september 1986 og var hjúskapur þeirra afar ástúðlegur og samheldni þeirra traust og farsæl í blíðu og stríðu á 41 árs samleið. Þau eignuðust saman 2 syni, Viðar 1982 og Guðmund Kristinn 1986. Viðar er tónlistarmaður og bóndi í Miðhúsum í Strandabyggð, kvæntur Barböru Ósk Guðbjartsdóttur þroskaþjálfa. Börn þeirra eru Guðbjartur Þór, Unnur Erna, Þorsteinn Óli og Ólafur Kristinn og fósturdóttir þeirra er Andrea Messiana. Dóttir Andreu er Glódís Helga, sem fæddist á 60. afmæli Unnar þann 28. desember síðastliðinn. Guðmundur Kristinn er búsettur að Laugarholti í Bæjarsveit. Sambýliskona hans er Vibeke Thoresen, reiðkennari og nemi. Dóttir Unnar fyrir hjónaband er Arna Björk Árnadóttir, fædd 1978. Hún er búsett í Reykjavík, gift Sigurði Bjartmari Valssyni. Börn þeirra eru Daniel Bjartmar, Guðbjörg Birta og Emilía Steinun. Unnur og Guðmundur fluttust úr Borgarnesi á æskustöðvar hennar á Kaðalstöðum árið 1993 og tóku þar við búrekstrinum. Bjuggu þau þar næstu 14 árin en fluttust á búferlum að Miðhúsum á Ströndum og bjuggu þar búi sínu síðan ásamt Viðari og Barböru. Var þeim afar vel tekið á Ströndum, féllu vel inn í samfélagið og þar eignuðust þau trygga og trausta vini. Bústörfin heimtuðu krafta Unnar að mestu leyti, enda uppskar hún eins og hún sáði til í afurðasemi búsins, sem hlaut verðskuldaða viðurkenningu fyrir mestu afurðir eftir hverja á árið 2019. Einnig nýtti Unnur sjúkraliðamenntun sína og starfaði við umönnun og þjónustu við fatlað fólk, bæði hér í Borgarfirði og eins nyrðra. Hún var afar áhugasöm tölvur og sjálfmenntuð á því sviði að mestu, en sótti síðar námskeið í stjórnun tölvukerfa. Fékkst hún auk annarra starfa við tölvuþjónustu og umsjón tölvukerfa hjá nokkrum skólum hér í héraðinu
og norður á Hólmavík annaðist hún dreifnám Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Sambýli Unnar og Guðmundar með Viðari og Barböru á Miðhúsum var með miklum ágætum og þar hafa allir staðið saman sem einn maður. Börnin skutust yfir til afa og ömmu ef þeim leist ekki á matseðilinn heima hjá sér og voru þar aufúsu gestir seint og snemma, hvað sem matnum leið. Sérstakan stað í hjarta ömmu sinnar átti yngsti sonurinn, Ólafur Kristinn, og honum reyndist Unnur sérlega umhyggjusöm og kærleiksrík amma. Unnur var einkar fjölhæf kona eins og verk hennar öll vitna Búskapurinn var vissulega líf hennar og yndi, hvort sem hann tengdist sauðfé eða nautpeningi, hrossum eða skógrækt. Umhyggju hennar fyrir málleysingjunum var viðbrugðið eins og þegar var nefnt og voru kindurnar hennar undantekningarlaust þær gæfustu á bænum. Unnur var mikil hagleikskona og var margt til lista lagt, hvort sem var prjónaskapur eða hekl, bútasaumur, leir eða glerlist, ljósmyndun, leðurvinna eða hvað sem var. Allt lék í höndum hennar. Í samræmi við áhuga sinn og færni sótt hún mörg námskeið tengdum hvers kyns hannyrðum og handverk eftir hana prýðir mörg heimili víða land. Unnur var músíkölsk, hlustaði mikið á tónlist og lærði á gítar á sinni tíð. Hún var einnig virk í félagsmálum og var meðal annars í stjórn Hestamannafélagsins Faxa, Smalahundafélag Íslands og Slysavarnadeild Þverárþings tíma. Unnur var glettin og gamansöm og hafði góðan húmor fyrir sjálfri sér sem sannarlega mætti rekja í löngu máli. Hún átti það til, þó það sé nú kannski ekki gott til afspurnar þegar hún fór til útlanda að læða nokkrum pökkum af sígarettum ofan í vasa og flíkum ofan í ferðatöskum og reyna þannig að komast hjá hinu alskyggna auga tollgæslunnar. Það var svo skömmu eftir eina slíka ferð að Unnur, sonardóttir hennar, fékk í jólagjöf frá ömmu sinni þennan líka forláta leðurjakka sem stúlkan var heldur en ekki ánað með og brá sér auðvitað í jakkann þegar í stað. Og hvað ætli hafi svo fyllt jakkanum sem leyndist í vasanum? Jú, sígarettupakki. Unnur var ákveðin kona og fylgin sér. Hún var föst fyrir allt sem máli skipti. Ósérhlífin mjög og dró ekki af sér við að draga í sundur í réttunum, þó hún hefði litlu áður dottið af baki og rifbrotnað. Hinu sama gegndi þegar banamein hennar greindist fyrir 2 árum, krabbamein í kviðarholi og lífhimnu. Hún tókst á við þau veikindi af miklu æðruleysi, dyggilega studda af Guðmundi bónda sínum, sem stóð eins og klettur við hlið hennar gegnum þá raun. Hverja stund sem gafst nýtt hún til að vera heima við búið og nú í vor fylgdist hún með lífinu í Miðhúsafjárhúsunum gegnum tölvu af sjúkrahúsinu. Þegar útséð var lækningu og bata kom Unnur heim að Miðhúsum, gekk vel og skipulega frá öllum sínum málum, meðal annars því að hún vildi hvíla í grafreit sinnar gömlu heimasóknar í Stafholti og óskaði síðan eftir líknandi meðferð í Brákarhlíð í Borgarnesi. Þangað fór hún á lýðveldisdaginn þann 17. júní og lést þar 6 dögum síðar, þann 20. og 3. júní síðastliðinn 60 að aldri. Þakkar fjölskylda hennar starfsfólkinu í Brákarhlíð fyrir einstaka önnun við Unni, kærleika og hlýju sem og starfsfólki kvennadeildar og krabbameinsdeildar Landspítalans. Sömuleiðis þakkar fjölskyldan Ásdísi, vinkonu Unnar, fyrir allan hennar stuðning, kærleika og uppörvun í veikindum Unnar, en þau Ásdís og Brynjar maður hennar eru meðal nánustu vinahjóna Unnar og Guðmundar og áttu upphaflega og æ síðan mikið og gott samfélag í hestamennskunni. Fjarstöddum vandamönnum og vinum sem ekki komust hingað að athöfninni en minnast Unnar með hlýju og þakklæti samúðin efst í huga. Kveðjur þeirra flyt ég ykkur fjölskyldu Unnar frá Daníel Bjartmari Sigurðssyni, ömmustrák Unnar og Sveinborgu unnustu hans í Svíþjóð
frá Vibeke Thoresen, tengdadóttur Unnar sem stödd í Noregi, og frá mágum Unnar þeim Sigursteini, Þresti og Kára, bræðurum Guðmundar, sem allir eru búsettir í Danmörku. Einnig þakkar Svanhildur frá Steinadal Unni fyrir góða viðkynningu og biður fyrir samúðarkveðjur sínar til vandamanna hennar og vina. Þá hefur samstarfsfólk og stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga beðið fyrir innilegar samúðarkveðjur sínar til fjölskyldunar með þakklæti fyrir gott samstarf við Unni og gefandi kynni. Líka hefur Sveinbjörn Rúnar Magnússon frá Norrtungu beðið fyrir samúðarkveðjur sínar, sem og systkinin frá Ökrum, þau Dagný, Þórir Jökull, Böðvar Bjarki, Kolbeinn og Guðný Ása Þorsteinsbörn. Enda þótt hugur Unnar stæði sífellt til nýrra verkefna og möguleika og að vissulega ætti hún mörgu ólokið. Þá megum við samt minnast þess hve mörgu hún fékk áorkað ævina sem vakti henni gleði og fögnuð í hjarta og hve mörgum hún reyndist ráðholl og áræðanleg velgjörðamanneskja sem einnig mikilsvert þakkarefni. Allar þær góðu minningar sem Unnur lætur eftir sig munu búa í hugskoti ykkar ástvina hennar ævilangt og bera henni fagurt vitni. Minningin trúarþel hennar og trúartraust fyrnist þá ekki heldur og gott á kveðjustund hennar að rifja upp þessar hendingar úr sjóði þjóðskáldsins séra Matthíasar Jochumssonar. Aldrei svo bjart yfir öðlingsmanni að ekki geti syrt eins sviplega og nú, og aldrei svo svart yfir sorgarranni að ekki geti byrt fyrir eilífa trú. Þið, kæru vinir, ástvinir og fjölskylda Unnar, kveðjið nú kærum þakkarhuga, ástkæra eiginkonu, móður, ömmu og systur og einlæga tryggðavinkonu, sem átti stórt hjartarými fyrir ykkur öll. Vinir og samfylgdarmenn kveðja mæta og velviljaða samferðakonu, setti svip sinn á samfélag sitt og umhverfi með trúmennsku sinni og hollustu fyrir hvað eina sem henni var trúað fyrir. Við þökkum góðum Guði fyrir líf Unnar og lífsstarf, fyrir umhyggju hennar, ást og kærleika, tryggð hennar og traust. Við leggjum hana í náðarfaðm Guðs í trausti til fyrirheita orðs hans upprisu frá dauðum og eilíft líf fyrir hjálpræðisverk Jesú Krists. Moldin hverfur aftur til jarðarinnar, þar sem hún áður var, en andinn til Guðs sem gaf hann. Guð blessi minningu Unnar Ólafsdóttur og þau bænar og þakkarefni okkar sem tengd eru minningu hennar í Jesú nafni. Amen. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi og verður aldir alda. Amen. Frá
Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð, sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú, Drottinn, þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Vér viljum biðja, vér þökkum þér, algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósið sem við oss skín frá Drottni vorum og frelsara og heilögu orði hans. Veit oss náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans straumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Unni Ólafsdóttur frá þrautum og veitt henni hvíld. Ver þú náðugur þeim sem líf hennar var tengt ástúðarböndum, helga og blessa minningar þeirra allra og varðveit þau á vegum þínum. Heyr þá bæn í Jesú nafni. Amen. Allar bænir vorar felum vér í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum hvert með öðru. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa, þó
þótt hann deyi. Af jörðu ert þú kominn. Að jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur upprísa. Hér við skiljumst og hittast munum á feginstegi fyrra. Drottinn minn gefi dauðum ró, en hinum líkn er lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesúm Krist. Amen.
Amen.